sæl og velkomin í kennslumiðstöð Háskóla Íslands. Ég heiti Guðrún Geirsdóttir og er deildarstjóri hérna. Þetta er eitt af því sem okkur finnst allra skemmtilegast á árinu. Það er jólakennslukaffi. Og nú er pínlítið issue í gangi því að ég fikk ekki að kaupa einn heldur Elva og Ásabjörn og ég er búin að segja að þetta sé allt og lítið og allt og nönd. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að leggjast með mér í lið og borða eins mikið og ég kann svo ég geti einu sinni haft rétt fyrir mér. Og hún er búin að segja, hún sagði reyndar að ég væri freknasti eða eitthvað. Þú sagði það um mig. Já. Þá sagði þú þessna finnst þér gott að vera, maður líkur sæti líka með. Það er að fá að hafa rétt fyrir sig. Já, ég finnst það bara þægilega. Svo finnst mér líka að oftast nær hafa rétt fyrir mér, bara þú veist það. Nei. En þetta er síðan sem við byrjuðum á fyrir mörgum árum. Þegar að kennslu við fórum að hugsa að það væri mjög áhugavert þegar að Háskóli Íslands væri að veita viðurkenningar fyrir kennslu sem við erum fjarska þakklátt og ánægð fyrir og myndum náttúrulega vilja veita miklu fleiri viðurkenningar fyrir góða kennslu, við vitum að fullt af fólki að gera góða hluti hérna. Þá fannst okkur spennandi að fá að handhafana til að koma og segja þess frá sinni kennslu sín. Og þetta gerðum við, ég held að við eigum, og tókum það upp, ég held að við eigum 7-8 eldri upptökur, síðan var smá hlé í kjölfar hrunsins, þannig að enginn fékk viðurkenningar. En þegar þær voru teknar upp aftur þá byrjuðum við að gera þetta. Við tengja þetta saman jólakennslukaffið okkar og að biðja kennsluverðlaunahafar að segja aðeins frá sinni sínu og hún hefur fengið Urður Njarðvík sem að fékk þessi verðlaununa síðast. Hún hefur fékk tilmælið ekki 15-20 mínútur svona þess að segja frá sinni kennslu sín og svo umræður í kjölfarið af því, þess að við treystum að þú svarir svolítið fyrir spurning. En bara til að segja ykkur að ef þið farið á heimasíðuna okkar, kemst.harald.is, þá er í hægra horninu svona gulir takkar og einn af þeim tökkum eru upptökur og þar undir upptökur er að finna alla gömlu handhafana og það er gaman, það er reyndar ekki gaman að hlusta 45 mínútur alveg endalaust 10 sinnum, það er 450 mínútur af kennslu sín, það er kannski aðeins mikið. En það er mjög gaman að velja nokkra og sjá hvernig verðlaunahafarnir hversu ólíkir þeir eru. Og mér finnst alltaf alveg frábært að sjá hvernig hægt er að vera góði kennari á marga mismunandi hátt og það endurspeglar svo í þessum upptökum. En bara til hamingju með árangurinn og þú átt hérna bara borðið það, gólfið það, salinn það, hvað sem vil. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma, stíga aðeins frá prófabókunum ykkar. Mér fannst ágætt að fá aðeins að fara út í göngutúr frá mínum bunka. Já, ég var beðin að koma hérna og ræða mína kennslu sín og ég ætla bara að viðurkenna það alveg strax að ég fekk smá fyrirgjum að hann. Af því að það hljómar eins og ég hafi einhverjar rosalega kenningar kennslu og hafi svör við einhverju sem ég kannski hef ekki. Þannig að ég ákvað bara að ég myndi bara segja ykkur aðeins frá því hvernig ég kenni og kannski helst svona frá verkefnum að þeirra sem hefur komið vel út og nemendur hafa verið ánægð með. Og ég hugsaði líka svolítið hvort ég ætti að koma með glærur eða ekki. Og svo ákvað ég ætlaði bara svona að koma til dyrana eins og ég klædd og koma með glærur af því að ég er mjög gamaldags kennari sem heldur fyrirlestra með glærum. Svoleiðis að ég ákvað bara að gera það. Þannig að ég ætla bara svona aðeins að segja ykkur frá hvernig ég vinn og hvað ég er að fást við því það eru dálítið ólíkir hlutir. Og mín sýn á kennslu er eins og ég segi pínlítið gamaldags. Mér finnst við hafa það mikla reynslu og þekkingu og henni þurfi að miðla. Þannig að ég kenni mína kúrsa sjálf, meira og minna. Ég veit að margir láta nemendur kenna efni og ég hef svona aðeins látið þau kynna þetta og reyna að þjálfa í því. En ég er svolítið í því að kenna sjálf og mér hefur finnst að koma vel út. En ég er alltaf að breyta námskeiðunum mínum og þau eru eiginlega aldrei eins. Ég hlusta mikið á kennslukönnunina og ég bið þau mikið að svara henni og útskýri fyrir þeim yfirleitt á haustin
núna er ég að gera svona verkefni af því að í kennslukönnun sögðu nemendur þetta og hitt. Þannig að þau viti strax að þetta er eitthvað sem skiptir máli og mótar námskeiðið og þá eru þau kannski líka viljur að taka þátt og segja mér hvað þau eru ánægð með í könnuninni og hvað þau myndu vilja sjá gert öðruvísi. Þannig að ég nota yfirleitt glærur en það er auðvitað ekki sama hvernig maður gerir það. Og hitt sem ég ætla að segja er að ég á náttúrulega rosalega margar fyrirmyndir í kennslu og ég er kennarabarn. Mamma mín og pabbi voru bæði kennarar. Móðir mín kenndi ensku í menntaskólanum við Sund og pabbi mín var prófessor hérna í bókmenntum, íslenskum bókmenntum. Þannig ég held að ég hafi alist upp við það sé talað kennslu eiginlega alla mína ævi og ég bara aðventa fyrir mér hefst ekkert fyrir í næstu viku því það voru bara próf og drasl út allt í húsinu og svo bara 20. des og þá byrjuði einhvern veginn jólaundirbúningur. Þannig að þetta er bara einhver lífstíll held ég sem ég hef kynnst og eitt af því sem ég held að hafa mótað mig kannski mest var að sérstaklega mamma mín, hún var alltaf að pikka eitthvað upp þegar við vorum í fríum. Ég get notað þetta í kennslu. Já, heyrðu, ég ætla að gera þetta og þannig að ég held ég oft að hugsa kennslu án þess að vita af því og ég sendi mér mikið tölvupósta sjálfri þegar ég er einhvers staðar og mér dettur eitthvað í hug. Þannig að ég held þetta sé lífstíll sem að maður ætti svona að hugsa stundum og mín aðalfyrirmynd, og ég get eiginlega ekki talað kennslu án þess að minnast á hann og vonandi án þess að klökkna, en það er Friðrik H. Jónsson heitinn sem að les langt fyrir aldur fram og var prófessor í sálfræðideild og hann, alltaf ef ég er í vafa eitthvað, þá hugsaði ég alltaf hvað myndi Friðrik gera og ég geri það. Þess að Friðrik var alveg sérstakur kennari og mótaði mig og marga aðra sálfræðinga mjög mikið. Þannig að margt af því sem ég er að tala er eiginlega bara stolið frá Friðriki held ég sko. En kennslan mín er í rauninni dálítið skrítin af því að ég kenni algjörlega andstæð námskeið. Ég kenni alveg risastórt fyrsta árs námskeið sem heitir almenn sálfræði og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því og það er auðvitað eiginlega bara ekki hægt að vera með einhverja svona kennsluteóríur í því umhverfi. Við erum bara með endalaust flæði af nemendum og í dálítið svona krefjandi aðstæðum. Síðan hef ég kennt valnámskeið sem er inn á mínu sérsviði. Ég er klínískur barnasálfræðingur og þar hef ég svona fengið að kynna mitt fag og svoleiðis og svo fæ ég svona rjómanámskeið sem mér finnst sem eru á meistarastigi í kandísnáminu okkar og þar er ég með alveg sérvalda nemendur sem eru með mjög há einkunn til að komast inn og eru ofsalega áhugasöm og það er hægt að vinna svolítið öðru sinna. Mér finnst ég oft vera svona á mjög svona andstæðum pólum í kennslunum minni að taka á móti þessu stóra massa á fyrsta ári og vera svo með þessi ofsalega hæfileikaríku áhugasömu nemendur sem eru komnir inn á meistarastigið. Og svo er ég með rosalega mikið að lokaritgerðum, þannig að ég ætla líka aðeins að tala um þær. En eiginlega málið og það sem ég er að fást við er almenn sálfræði. Og ég get alveg til dæmis sagt ykkur það að ef einhver myndi fletta mér upp í uglu eða koli eða ég man ekki hvar þetta er, það sem maður á að skrifa svona eitthvað sína kennslu sín og ég hef hingað til bara reynt að koma mér undan því að skrifa það. Þannig að sín mín á kennslu er að hún eigi að vera mjög einstaklingsmiðuð og mikið mentorship og fóstranemendur og mér langar ekki til þess að massin sem situr í þessum sal og horfir á mig með mikrofóninn lesi þetta því það kemur út eins og bara algjört háð af því við getum ekkert kennt við þessar aðstæður öðruvísi. Þetta er almenn sálfræði, þetta er reyndar ekki mynd, þetta var bara, ég fann þessa mynd þegar ég googlaði Skriðu sem er stofan sem við erum í. Mér skilst það að segja eina stofan sem við komumst fyrir í á háskólasvæðinu og bara svo við sjáum það sjónarhorn nemanda sem er að koma inn í háskólanám og í hvað umhverfi hann er þegar hann mætir okkur fyrst. Þetta er dálítið sérstök stofa því hún er með brött og þau komast ekki fram hjá hvort öðru og þau sita mjög þétt. Við fyllum alveg þessa stofu og við kennararnir erum þannig alveg niður í einhverju gryfju þannig að það er voðalega lítið persónulegt samband. Og en þessum aðstæðum erum við í og þetta er kúrs sem er svona 250-300 nemendur yfirleitt. Við höfum mest farið í 340 sem var hann rétt eftir hrun og mér skilst að hann hafi farið í 500 einhvern tímann áður en ég byrjaði að kenna hann. En þannig við höfum enga stjórn á fjöldanum sem kemur hann inn. Þetta er bara, við tökum bara mót þeim
og við erum að byrja að kenna þeim og við erum 2 saman. Mér finnst það rosalega mikilvægt atriði í svona stóru námskeiði, það er að við séum fleiri en eitt að kenna það. Og Daniel Þór Ólafsson sem situr hér við borðið, hann hefur verið minn partner í þessu, við hefum kennt þetta saman frá 2008 og hérna er hann í gær að sækja lokaprófin og hérna við förum alltaf til húsvarana og fá lánaða kerru til þess að bera prófin tilbaka. Og þetta er tiltölulega lítið vegna þess að í ár er fækkun og hérna talsverð fækkun frá því við hefum verið með síðustu ár. Og við erum hægt að vera með ritgerðarpróf. Þegar við sátum með 316 ritgerðir í lokaprófi, segja ykkur frá þessu námskeiði hvað við erum að spá og hvernig við kennum og hvað við erum að gera. Þannig að fyrir mér er þetta ofsalega mikilvægt námskeið og mér finnst ofsalega gaman að kenna þetta. Það er rosalega auðvelt að labba inn í þessa stofu og vera bara 300 manns og þau kunni ekki neitt og þau vita ekki neitt og skilja ekki neitt. En þetta er ofsalega, finnst mér, dýrmætt að fá þetta hlutverk. Þannig að ég man eftir því þegar ég kom í sálfræðina og ég vissi ekkert alveg hvað ég var að, mér langaði bara að læra eitthvað manneskjuna og það var að vera að kenna ákveðið efni. Ég man hvar ég satt í 101 í Odda og Friðrik heitinn var að kenna og ég í alvörunni varð ástfangin af sálfræði, bara alveg. Og ég segi þeim þetta bara, af því að ég veit að út í salnum er fólk að koma sem er allt í einu bara að finna fjölina sína. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að maður leggi svolítið í þetta námskeið og reyni að mæta þeim og vera þolinmóður og kenna þeim af því að við erum að opna fyrir þeim alveg nýjan heim. Okkar fræðigrein sem að manni þykir vænt og skiptir máli og mér finnst það svolítið lita það hvernig við nálgumst þau í þessu námskeiði. Þannig að það er þetta svolítið svona áskorun að kenna 3 tíma í röð og halda athygli 300 manns í einu og maður er kannski ekkert alveg að fara að skrifa einhverja stórkostlega vísindagrein alveg næsta hálftíman á eftir. En það er líka gefandi ef maður leyfir þeim að gefa sér eitthvað og það tók mér smá tíma að svona finna taktin í þessu. Það sem við fókusurum á er að þetta er 250, yfirleitt 250-70 manna námskeið. Það er svona 30-40% fall og það eru mjög lágar einkunnir. Meðaleinkunnin er milli 5 og 6 og þannig kúrs fylgir rosalega dramatík. Það er mjög mikil dramatík í þessu námskeiði. Þau eru bara, þeim finnst þau vera bara að fara fyrir aftökusveit þegar þau eru að fara í prófin. Þetta er svona illrænt námskeið. Þau koma inn alveg og þeim finnst við vera tilbúin að slá þau niður og svoleiðis og það verður að fara að vinna í að presentera þetta svolítið öðruvísi fyrir þau. Þannig að við leggjum mikið upp úr því í byrjun að kynna námskeiði vel. Sálfræðin er mjög skrítið fag vegna þess að hún er svo mjúk. Hún er manneskjuna og líðan og tilfinningar og hegðun og svoleiðis og margir koma inn í námið hugsandi það að þeir ætla að fara að hjálpa fólki og þeir ætla að fara að vera í einhverju spjalli og svo mætu við með þessa grjóthörðu vísindagrein. Og þeim bregður yfirleitt mjög mikið flestum. Þau vita ekkert hvað þeir eru að fara út í og svo erum við allt inni þarna með lífeðlisfræðina og taugafræðina og við erum með ofboðslega mikla tölfræði. Öll þekkingin byggir upp á tilraunum og við erum bara með þessar raunvísinda aðferðir í okkar þekkingasköpun og þeim finnst þetta bara stórfurðulegt og langar oft að vera í einhverju allt öðru og meðan önnur alveg frelsast og finna sig og finnst þetta frábært. En þannig að fyrir ofsalega mikill tími finnst mér að útskýra fyrir þeim vísindalega hugsun og það er eiginlega það sem við erum að fókusera mest á í þessum kúrsi. Þetta er smakk og við segjum þeim það. Þetta er bara bland í poka. Þú ert bara nammi barnum í Hagkaup og það er bara allt í boði og sálfræðin er risastór og þetta fag er að sýna bara smakk af öllum svona helstu undirgreinum sálfræðinar. Og það finnst mér frábært af því að ef maður er búin að vera heila önn þarna og manni finnst allt leiðilegt, þá getur maður bara að fara eitthvað annað. Af því þá veit maður bara, það er ekkert sem er fyrir mig.
flest finna einhver svið sem þeim finnst æðisleg og þá er maður líka búin að búa þau undir að þeim mun ekkert finnast allt skemmtilegt. Þetta þungt námskeið af því að við erum að fara yfir víðan völl. Það eru 18 kaflar yfirleitt í þessum bókum sem við kennum. Þeir fara allir í sikkura áttina, þannig að ekkert byggir ofan á öðru. Og við förum í alls konar áttir og þetta byggir mikið á skilningi og mikið á teóríum og tilraunum og svoleiðis og það það sem við erum að reyna að fá þau til þess að skilja. Það hvernig þetta virkar. Þannig að ég passa mig í þessu kursi að kenna ekki bara einhverja kenningu og svo eins og ég hef stundum fengið spurningu fram. Og svo kemur gagnrýnin á það og stoppa það bara eins og segja, ok, hvað finnst ykkur? Bara, við erum ekkert að segja til dæmis að PSC sé bara einhver bjáni sem hafi bara klúðrað öllu af því af því að halvu kaflinn fer ég að útskýra hvernig hann vanmat getur barna og bara tilraunir hans voru allt og erfiðar og hann var bara alveg í ruglinu með að við hvernig grítikinn sýnt fram á. Þannig að þá er maður að segja, nei, en svona bætist þetta við og þess vegna erum við að þessu og þetta bara svo að vefa teppi að smám saman fyrir við áfram. Þannig að gefa sér svolítið tími að útskýra þetta fyrir þeim og ég passa mig að vera svolítið opin því það búið auðvelt að vera lokaður í svona stórum sal en ef maður gefur aðeins af sér og stoppa bara og segir þetta finnst mér svo cool rannsókn, pælið í þessu og útskýra eitthvað svona fyrir þeim og ég man til dæmis að Friðrik Heit eins og ég tala nú einu sinni hann tala alltaf sexy rannsóknir og einhverja rannsóknir væri rosalega sexy og ég man að manni fannst þetta svona já en ég skil miklu meir í dag hvað hann var að meina þannig að ég passa mig að gefa svolítið af mér í þessu og útskýra þetta og mér finnst kennslan hér byggjast mikið á að vera með myndefni sem öðruvísi en bókin og vera með myndbönd sem að sýna þeim tilraunirnar og svoleiðis og YouTube hjálpar okkur rosalega mikið því við getum eiginlega fundið allt þar núna, sýna þeim smá brot af hvernig tilraunin var gerð, jafnvel til myndbönd frá 1950-60 á einhverju gömlu sem við erum að læra og alltaf að taka dæmi hvernig þetta hagnýtt. Af því að þó að ég sé nördi og hafa áhuga á grunnrannsóknum og svoleiðis að þá tengja þau betur ef ég næ að útskýra fyrir þeim hvernig eitthvað yfirfærist á eitthvað í daglegu lífi. Þannig að við erum endalaust að reyna að bæta svoleiðis við til þess að ýta undir þekkinguna hjá þeim. Annað sem við skipta miklu máli í þessum kursi þolinmæðin og vera hvetjandi af því það svo mikið dramatík í kringum prófin og fallið og erfiðleikastigið að gefa sér tíma. Þannig að ég passa mér rosalega mikið að ég fara aldrei út í frímínútum, aldrei. Sama hvað ég þreytt eða hvað, þetta bara eins og fara í fjallgöngu, ég fer bara rosalega vel undirbúin og tilbúin í stuði þegar ég fer í innan kúrs og ég stend bara við púltið mitt í frímínútum. Og það verður til þess að það yfirleitt hrúga fyrir framan púltið. Það rosalega erfitt að spyrja þig röðin alveg og þá vilja þau spyrja eitthvað og pæla í einhverju svoleiðis. Og þarna þá séns á því að vera persónulegur við þó þau sem eru tilbúin að koma og spjalla. Og svo hef ég líka eina reglu og þau fara reyndar auðvitað ekkert öll eftir því, en ég segi alltaf við í byrjun á annarni, vil ég heilsa mér ef ég stend við hliðina okkur í hámæli. Bara ég á ekki séns, eins og skriðasettu, ef við bökkum aðeins, ég sé ekki nema upp á 7. bekk í fókus almennilega, þau sem eru aftur sé ég ekki neitt, mér finnst ömurlegt. Mjög miklu máli og þá kom á einu sem að ég kannski þori varla að segja þarna en ég tek ekki upp fyrirlestra og ég vil ekki taka upp fyrirlestra og ég kaup ekki þessi rök að nemandi eigi bara að því hann í stuði á laugardagskvöldi að hlusta á fyrirlesturinn minn þá eigi hann bara geta gert það og hraðspóla yfir ykkur parta sem hann nennir ekki að hlusta á og eitthvað vegna þess að þetta samfélag og þessi krakkar í salnum þau eru að mynda tengslanetti sitt. Tengslanetti mitt í dag eru samnemendur mínir úr háskólanámi.
þau sem voru alltaf í Odda á sama tíma og ég, sem eru viðskiptafræðingar í dag og hagfræðingar og Lögberg sem var rétt hjá og voru alltaf á sömu kaffistofu og ég. Þetta er fólk sem að ég tengist mikið og ef maður á bara að sitja heima á sér, þá er maður ekki að fá allt út úr háskólanámi, finnst mér, sem að maður getur fengið. Ég vil að þau séu í tímum. Hitt sem við líka skipta máli ég fæ orkuna úr salnum. Ég er allt öðruvísi fyrir framan allt þetta fólk heldur en ég er fyrir framan tölvu. Og ég er að lesa salin líka. Ég sé þetta niður og bara, heyrðu, nú þið þreytt, nú skulum við aðeins stoppa eða nú ætlum við að endurtaka þetta fyrir. Ég sé bara ekkert nema spurningar framan í ykkur, nú skulum við stoppa aðeins og taka annað dæmi og reyna að finna út hvað ég skilji. Og þetta verður að vera svona samspil. Og það finnst mér ekki hægt í einhverju svona fjarnámi. Og ég er bara svo rosalega gamaldags. Það var ekkert framhaldsnám á Íslandi þegar ég kláraði. Ég þurfti að fara yfir halva hnöttinn til að finna nám í mínu fagi sem ég langaði að læra. Og mér finnst það bara engin mannréttindi að maður eigi bara að fá háskólagráðu þó maður búi upp á okkur fjall einhvers staðar og þurfi aldrei að hreyfa sig. Ég er bara svona óbúslega gamaldags. Ég vil bara fá þau í salnum og ég vil hafa þau fyrir fram á mig og ég vil vera í samspili við þau. Þó þau séu svona mörg. Þannig að það er mín gamaldags skoðun. Síðan kenni ég valnámskeið. Og valnámskeiðin hjá okkur geta verið mjög stór líka. Og áður en við settum fjöldatakmarkanir, þá ég með svona 80-90 manns í þessum kursi. Og hann var hundleiðilegur, af því ég gat ekkert gert með 90 manns í stofunni. Og svo tókst okkur að setja inn fjöldatakmarkanir, þurftum aðeins að auka framboð á valnámskeiðum, en núna eru fjöldatakmarkanir 30-40 manns og var síðast þegar ég kenndi þetta námskeið og þá hægt að fara að gera eitthvað. Og þá fór ég að búa til verkefni með þeim sem að komu mjög vel út og var rosalega gaman að gera og ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá hvernig maður getur kennt að maður ekki með 300 manns í salnum. Og hérna í þessu kursi hafi ég verið með fyrirlestra og umræðutíma og verkefni og svoleiðis. En það sem að mér finnst mest svona skemmtilegast að gera, það að taka eitthvað sem í umræðunni og yfirfæra það yfir á vísindin og láta þau prófa að máta hluti og svara og rökræða og æfa sig þá í því að vera í vísindalegur hugsun. Og þetta er óbúslega mikilvægt fyrir mér í mínu fagi sem er klínísk sálfræði, af því það svo mikið bull endalaust í fjölmiðlum og alls konar þvælu, til dæmis ADHD sem mitt minn uppáhaldskvilli og ég mikið að skoða. Það endalaust eitthvað sjúkdómsvæðing og óþekkt og 20. aldar óþolandi foreldrar sem kunna ekkert. Þetta bara, það svo moggin og vísir og hvað þetta sé bara reglulega að birta greinar svona. Þrátt fyrir að við höfum lýsingar á ADHD frá Hippókrates. Þetta ekkert nýtt. En tuggan kemur alltaf aftur. Þannig að það sem ég fór að gera með þeim að þegar kursinn byrjar, þá skoða ég umræðan í fjölmiðlum, pikka út það sem búið að vera svona heitt, sem getur tengst faginu og lætu síðan fá hópverkefni þar sem að þau taka einhverja svona fullyrðingar úr fjölmiðlum eða umræðina, skoða hvað literatúrin að segja og hvað rannsóknarstaðan og annað og svo koma þau og stýra umræðutíma og kynna niðurstöðurnar sínar. Þeim finnst þetta æðislegt. Þú veist, að taka eins og þegar allir voru að rífast að við ættum að færa klukkuna eða ekki, hvað áhrif það hefði á börn. Við erum að pæla í Facebook og alls konar hlutum sem að menn eru að fullyrða áhrif þess á geðheilsu barna án þess að hafa rannsakað það og alls konar svona þættir og þarna verða þau rosalega aktív og frjó og þau fara að kveikja á perunni. Þetta eru þriðjársnemar að ég fæ oft svona komment, já, nú finn ég hvað ég kann mikið, hvað ég búin að læra mikið og ég get farið að nota það. Og hitt sem ég fann að gera alltaf með þeim, þar sem að þau finna sér eitthvað rannsóknarspurningu og rökstyðja hana og setja bara alveg upp rannsóknarplan og hugsa og pæla hvernig það leyfi, það undirritun forraðamanns, það vístas eða nefnd allur þessi pakki og þetta gera þau 2 og 2 saman, búa til skýrslur og setja þetta allt upp og svo skila þau inn bara efninu sínu og þá setja ég upp ráðstefnu og ég raða því bara í svona litla grúpur og svo höfum við tímavörð og við erum rosalega ströng og þú fær bara 10 mínútur til að tala og það eru 2 mínútur umræðu og þetta allt svona sett upp og ég segi þeim bara að nú eru þau að æfa ykkur, hvernig maður á ráðstefnu og hvernig maður talar á ráðstefnu og hvernig það format
af því að þið eigið að fara á ráðstefnur þegar þið eru komið lengra í náminu og orðin sálfræðingar og annað, þannig að við erum að æfa okkur í þessu. Og þetta talaðu mikið að þeim finnist ofsalega skemmtilegt og gaman og þau eru að æfa sig þarna á ýmsan hátt, bæði að kynna eitthvað, að setja eitthvað upp og æfa sig í að gagnrýna aðra og spyrja og svoleiðis og þetta rosalega skemmtilegt. Ég mæli með að ef þið getið komið einhverju svona inn í kúrsan ykkar, ég ger þetta oft í lok annarinnar og við höfum þetta formlegt og þau gera það alveg. Strákarnir mæta með bindi og þeir eru alveg í pontunni og við förum alveg alla leið í þessu. Og ég seti upp dagskrá og gera þetta allt. Eða eru þau bara, við vera gestir? Yfirleitt maður fær alltaf stofu sem bara rétt passar utanum síldatunnuna, sko. En ég myndi alveg, það bara mjög góð hugmynd að hafa gesti. Takk fyrir þessa hugmynd. Ég hef ekki prófað það áður. Og svo komum við að rúsíninn í pilsendanum sem eru kandsiknimanir. Þarna ég náttúrulega bara að kenna mitt fag alveg og þetta fólk sem að læra að vera sálfræðingar. Þau þurfa að hafa fyrstu einhvern til að geta sótt Það eru yfirleitt 100 mann sem sækja hjá okkur núna síðustu ár. Við erum að taka inn 20 og þetta eru rjóma nemendur alveg. Og rosalega fersk og í öllu og svoleiðis. Og þetta náttúrulega uppáhaldið mitt að kenna. Og ég held fyrirlestra í þessu námskeiði og ég setti svona smá púka því að ég veit að maður á örugglega ekkert að vera með fyrirlestra í 20 manna námskeiðum og ég hef farið á námskeið í vendikennslu og kynnt mér það alveg en ég er ennþá svo föst í það að ég treysti mér ekki í fyrirlestrana á upptökuformi og ég hef þá stutta og það líka því hér ég að kenna patológíu og psykopatológía þannig að þetta eru oft sjáanleg einkenni og ég hreinlega þarf að leika þau fyrir þau þegar ég að kenna. Og ég þarf bara að fara í alls konar látbragð og svoleiðis fyrir þau og ég þarf að segja mikið af sögum af gömlum kúnnum og skjólstæðingum og öðru sem til þess að útskýra það betur og mér finnst bara ekkert það vera hægt í einhverju upptöku. Þannig að ég held svona stutta fyrirlestra og svo erum við í mjög mikið í svona problem-based learning með einhver case sem þau eru að vinna og svoleiðis í þessu. Hér hef ég til dæmis þá reglu að ég skipti þeim í hópa og mér finnst það líka eitthvað sem að ég hef séð að hóparnir verða betri við það. Í staðan fyrir að leyfa þeim að velja sér, þá fær maður alltaf svona einhverja vinahópa og svo alltaf einhver einn hópur sem fullur af fólki sem þekkist eiginlega ekki neitt og oft veikustu einstaklingarnir sem endi þannig hópi og það ekki gott, þannig að ég bara random raða þeim og segi þeim bara, þau þurfa bara að komast yfir það ef þau geta ekki sofið af áhyggjum yfir í hvaða hóp þau eru, þá getum við talað við mig en að öðru leyti þurfum við að læra, við vinnum í teymum sem sálfræðingar og maður þarf að læra þetta. Lætu stundum fá case í heimavinnu og svo koma þau í rökræðukeppni. Þá lætu ég þau koma bara fulltrúi hvers hóps upp á töflu og skrifa greininguna á sama tíma. Þannig enginn sé að stela frá hinum hver niðurstaðan og svo tökum við hverjir eru á móti hvor öðrum, hverjir eru með sikkura niðurstöðuna og svo rífast þau. Og þetta finnst þeim æðislegt og þetta finnst mér æðislegt. Mér finnst æðislegt að við erum í rökræðum í tímum og ég segi þeim alltaf í fyrirlestrunum að þau eiga að stoppa mig og ég vil hafa líf og fjör. Hér eiga þau að vera lesin í tímum, það skyldumæting, virkni í tímum hluti af einhvern og það mikið fjör og mikið að gerast þarna. Annað sem ég gera alltaf líka, og þetta finnst mér líka til þess að þau fatti að gera þau meira læs á vísindin, að kennslubækurnar okkar yfirleitt næstu því úreltar þar að koma út. Og maður reyna að útskýra fyrir þeim og svo koma greinar, en ef maður ætlar að fá nýjasta nýtt þá þarf maður að fara ráðstefnunar. Því það sem eru á ráðstefnunum, það að koma í greinum eftir 2 og 3 ár, sko. Þannig að ég læt þau finna rannsóknir á viðfangsefnunum okkar sem að mega ekki vera meira en 2 ára gamlar. Þannig að á þessu ári þá bannað að vera heimildir sem eru eldri en 2013. Og þau dæs og stynja bara nei, þú ert að finna út nákvæmlega hvað í gangi núna og hvað að breytast núna. Og svo förum við yfir það og þau eru að kynna það í alls konar kynningum og búið til handát fyrir hina nemendurna til þess að við séum að bæta ofan á bókina. Von mín með þessu að þau átti sig á því að kennslubókin í svona námskeiði ekki eitthvað sem endist út starfsævina og maður bara flettar alltaf upp í gamla góða Mass og Barkley eða eitthvað upp í hillu, heldur að þau þurfi stanslaust að vera að bæta við sig.
og hérna reyna að gera þau svona læsari á vísindarannsóknir og það finnst okkur mjög mikilvægt í þessu klíniska námi. Ég örugglega búin að tala allt of lengi. Ég læti yfirleitt hringja út úr tíma. Ég stilli síma minn og hérna hann hringir út í frímínútur til þess að ég tala ekki yfir frímínúturnar, sérstaklega ef ég að tala eitthvað klínist. Lokaritgerðir. Ég kíkti aðeins á hérna skemmu á þann af því að ég myndi ekki alveg tölunar. Ég búin að gera leiðbúin 76 lokaritgerðum 2009 til 2015. Það hvað, 12 ári, hvað svoleiðis. Hér held ég sé álagið. Hér álagið og þetta hérna mest álagið finnst mér í minni deild liggur þarna og ég oft bæði að B og M. Já, þetta langmest þessar kandsikritgerðir sem 30 eininga meistararitgerðir en líka BS, jú. Hér við stundum allt og mikið en þetta finnst mér vera svo óbáslega mikilvægt sérstaklega BS-ritgerðin af því að þetta oft eini tíminn í náminu sem þau eru að vinna maður á mann. Þetta kannski eina skipti í 3 ára námi sem einhver nemandi að vinna einn með kennara. Og ég sé þeir svo mörg blómstra við þessar aðstæður. Við erum með svo stóra kúrsa, við erum með 100 manna kúrsa á 2. og 3. ári og það auðvelt að tínast og vera á aftasta bekk og eitthvað og svo sér maður þau stundum alveg hreint rúlla á stað þegar þau fá smá hvatningu. Og hérna ég að reyna að samþætta mest kennsluna við mínar eigin rannsóknir. Ég hef alveg nýtt mér BS-verkefni og annað, ég safna gögnum í einhverju og í samstarfi við fólk út á spítölum og svoleiðis. Þannig að ég reyni að láta þetta rúlla inn í mínar rannsóknir og stýra þeim þannig að þau séu að skrifa hluti sem að tengjast mínum rannsóknum. Þannig að þá verður þetta auðveldara og viðráðanlegra og svo hef ég algjörlega rafræna yfirferð. Ég vil ekkert pappírsflóð, ég fer yfir þetta alltaf í tölvu. Og ég gef rosalega mikið feedback, þétt og mikið feedback og mér finnst það skipta máli og þó að ég sé stundum alveg hlaðinn rétt fyrir útskrift með allt og margar ritgerðir að þá það mitt vandamál ekki hvers og eins nemanda þannig að ég læt það ekki verða þannig að ég gefi þeim ekki feedbacki sem þau þurfa en leið þá þurfa ég stundum vita þannig ég stundum bara svona eins og síminn hjá Landsbankanum með eitthvað bara ritgerðir afgreiddari þeirri röð sem þeim berast og bara þú ert númer 8 í röðinni og ég reikna með að komast á þig á mánudaginn eða þriðjudaginn og maður verður bara afgreiðið svona og þá skilja þau það alveg. Og en þannig ég hef þetta rafrænt en mér finnst fundir með þeim ofsalega mikilvægir af því að þau þurfa oft svo mikið pepp og hvatningu og margar samræður sem spretta þarna upp sem tengjast framtíðaráform þeirra og svoleiðis og mér finnst það mikilvægt að hafa aðgengi að okkur. Eitt sem ég hef lært á þessu að því að ég gera svo mikið af athugasemdum þegar ég að lesa yfir að þau taka það oft sem einhvern stóradóm þegar þau fá ritgerðina tilbaka og þau opna skjalið og það bara ding, 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 ding kommentin á spássíunni. Þannig að ég sendi alltaf e-mailið með þegar ég að senda tilbaka samantekt á því sem ég var að gera. Þannig að þau byrja á því að lesa þetta bara mjög góð byrjun. Það svolítið athugasemdir í innganginum en það bara mest af þessu og þessu þannig að þú þarft að pæla í þessu skoða þetta betur þannig að þau fari svona aðeins rólegri inn í að skoða af því ég bara lærði það af reynslunni að það var svo mikið dramatík að fá ómörg komment og svo hef ég lært það líka ef ég komin upp í bara allt og mörg komment þá stoppa ég bara og segja heyrðu, nú ertu að fá alltaf sama kommenti skoða restina ritgerðin og laga í samræmi svo maður sé ekki einum of mikið að hjálpa þeim en þetta finnst mér vera ofsalega mikilvægt samband og þau þurfa á þessu að halda. Þannig að einhvern veginn þurfum við minni deild að finna leið til þess að hafa ekki svona margar en mér finnst þetta að vera ofsalega mikilvægur partur af náminu og þau fái þetta. Og svo að lokum, það eiginlega finnst mér mikilvægasti partur. Það þegar maður ekki að kenna þeim. Hvernig maður ekki í kennslustundinni og ekki í einhverju ritgerða yfirferð og annað og það finnst mér vera þessi hornsteinn af því að vera háskólakennari. Það að mæta þeim utan kennslutíma. Og ég hef svona opnar dyr. Ég segi kantíknemunum okkar að þau bara eigi að vera á húninum hjá mér ef þau eru að pæla í einhverju. Og hinir nemarnir koma kannski passa að hafa auglýsta viðtalstíma. Það auðveldara fyrir þau að droppa við heldur en að senda manni póst og biðja um fund. Og þau koma mikið
og þetta tekur yfirleitt ekki langan tíma og það getur bara verið eitthvað tíminnaspjall sem að hérna getur skipt bara mjög miklu máli fyrir nemanda. Þau þurfa að fá hvatningu, mér finnst það númer 1, 2 og 3, kannski það eitthvað sem sérstakt fyrir mína deild. Við erum með, hvað erum við með núna, 50-60 nemendur per kennara? Já, við duttum aðeins niður núna því að fækkaði fyrsta árunni. Við erum búin að vera í 70, og þetta ekkert eitthvað tal á blaði, þetta bara fólk inn á gólfi hjá manni. Og þau fá ekki þessa snertingu og þess vegna finnst mér þetta skipta máli. Þannig að gefa þeim aðeins uppörvun. Ég með hana Lúsi bara á dyrunum á skrifstofunum minni, þannig að þau viti það bara að það má koma inn og grenja og hvað þau þurfa að gera. Og hérna, ég líka alltaf að leita tækifærum á báða bóa, af því ég að vinna svo mikið með fólk á spítalanum og þau eru ofta að leita nemendum í einhver verkefni og annað og nemendur eru að leita sér að störfum og svoleiðis og þá maður að finna að það einhver tækifæri fyrir nemendur til þess að bæta CV sitt og svoleiðis. Ég legg áherslu á við þau ef þau biðja mig meðmæli að ég hjálpi þeim með umsóknirnar. Ég les alltaf yfir umsóknir og personal statement og svona þegar þau eru að sækja framhaldsnám af því mér finnst það skipta alveg rosalega máli og mér finnst það vera aðalgæðamatið á námið okkar hvort að nemendum gengur vel að komast inn í framhaldsnám og hvort þau geti staðið undir kröfum sem eru þar og þau þurfa hjálp, þau kunna ekkert að sækja þau kunna ekki að selja sig, þau fatta ekki hvaða styrkleiku þau hafa oft fyrir utan einkunnir og annað og ég hjálpa þeim heilmikið með þetta. Ég hef oft tekið svona mokk viðtöl við þau þegar þau eru að fara í símaviðtöl eða Skype-viðtöl eða jafnvel fljúga út í viðtöl við einhverja skóla að undirbúa þau. Vegna þess að það líka eitthvað sem endurspeglar okkar stofnun ef að nemandi kemur og stendur sig afar illa í viðtali sem hann komin í einhvers staðar. Þá finnst mér það skipta máli. Þannig að ég reyna að hjálpa það með þetta. Og svo það sem ég þykir vænstum þegar gömlu nemendurnir koma og vilja fá handleiðslu á eitthvað klínískt mál eða vilja tala við mann ég langar að skipta starf eða ég að pæla þessu og þessu og að leita eftir einhverju svona og þau þurfa oft þetta spjall og upp úr þessum tengslum sprettur svo mikið rannsóknartækifæri fyrir nemendur. Að viðhalda þessum tengslum við gömlu nemenduna sem auðvitað skapast af því að vera persónlega við þau á leiðinni, það hefur skapað svo mikið rannsóknartækifærum fyrir aðra nemendur og áframhaldandi samstarf að þetta finnst mér vera eitthvað sem að skipti rosalega miklu máli og þannig að þetta svona kannski það sem ég legg mest áherslu á að reyna að gera í okkar stóru og fjölmenni deild, það að vera einhvern veginn aðgengileg. Ég held að það sé svona aðal þemað. En sem sagt, nota glærur, nota fyrirlestra, ég hef alltaf próf og svolítið gamaldags. Já, ég er samt búin að koma á vendikennslu námskeið og allt, ég er alveg að hugsa þetta, en mér finnst þetta samt, þetta gengur vel svona og já, mér finnst þetta að vera ennþá formatið svona, ég er ekki alveg komin í þetta fjarnáms, ekki nógu mikið og kannski henda það bara ekki mínu fæi, en og alltaf með glærur og bara svona punkt á glærunum og tala og veit aldrei hvað klukkan er því ég er búin að tala mikið. En ég held að ég hafa ekki ætlað að segja neitt meir. Ef ekki ætlað að gefa henni gott.